Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að fara núna í leikhús, eða ég fór í leikhús helgina og fór upp í Borgarfjörð, þar sem Landnámssetrið, þar söguloftið, sem að hefur margar góða sýningar verið sýndar þar. Nú þar Salka, ástin og dauðin eða eitthvað. Já, mikið rétt. Og það Unnur Ösp sem að leikur þar, segir söguna. Leik smá, aðalega segir. Unnur Ösp Stefánsdóttir undir leikstjórn Björns Thors. Heyrðu, þetta var náttúrulega, með þetta merkileg sýning, sko. Ég sá þetta, ég held að það verið þarna sýningi fyrir frumsýningu eða eitthvað. Maður sá það bara svona á áhörfundum, að vera svona, allir voru svona þakkláttir og glaðir. Já. Var þetta svo glaðir eitthvað? Það? Yfir öllum þessum harmi. Yfir þessum rosa harmi, sko. Já. Þetta ekki verið að bjóða mann upp á eitthvað, og ég get svarað að ég eitthvað búin að vera svona slappu til heilsunar undanfarið. Og ég var svona vökna undan þessu. Dóttir mín sagði ég grenja undir þessu. Hvað þetta? Það nú tilganginum námaður. Ef að Gunnar Smári. Já. En það var náttúrulega, það þarna verið að fjalla hluti sem okkur ótrúlega nærri í dag. Já. Sem kynferðist ofbeldi gagnvart börnum, sem nú bara í öllum heimsfréttum í dag, út af Epstein-skjölunum. En ég segi ekki að maður hafi verið að tengja beint við það, en það var samt eitthvað, það var ótrúlega nálað í þessu. Og ég velti fyrir mér okkur allir hefur verið svona glaðir. Ég hef verið að hugsa Laxness og kannski hvernig hann settur upp, og stundum hef ég sagt það, ég held að mér svo sagt það hérna við Rauðablöð. Kannski bara best að hann gleymist í svona 2 kynslóðir. Og það komið bara nýjar kynslóðir og geta ekki gert eitthvað nýtt við hann. Þannig að það einhver þungi í arfleiðinni við að setja hann upp, og maður rosa bjartsýnn á sjálfstöðu fólki fram með hlýi, og svo kemur bara eitthvað. Þannig að þessu áhorfendur verði að fá Bjart eins og þau vön að fá hann eða eitthvað svona. En þarna fannst mér einhvern veginn bara allt í einu kemur bara ákveðin túlkun, mjög skýr túlkun upp úr sölku, bara ákveðin eitthvað þráður, og virka svona frábælega. En ég ætlaði bara að til hamingju með það. Takk fyrir. Ég skrifaði þetta, jú. Ég ætlaði að til hamingju með það. Takk fyrir, og bara frábært að heyra þetta náði yfir tíðin. Einn glaði gestur sem ég hitti var út á bílaplani. Sem sagði, heyrðu, þetta alveg eins og mamma kendi alltaf sölku. Já, einmitt. Magnað. Já, og þá var hún að meina að því að þetta náttúrulega, bókin þetta, en hún líka eitthvað svona rosaleg stjórnmála skýring og staða, maður geti teiknað upp svona hvar stattur í stéttarskiptingunni, sko. Heldur betur. En það ekki þarna, þetta eiginlega fyrst og fremst 3 persónur og svo 2 svona auka. Nokkrir svona ástar tilfinningaþrýðingar. Samskiptaþrýðingar. Alveg, ég finnst þetta alveg frábælega gert. Þá ég bara að tala þetta, hvernig að ná þessu út úr sögunni. En svo koma allir heim og skrifa á Facebook. Magnað að hann hefði bara verið 28-29 ára þegar að skrifa þetta. Það alveg ótrúlega. Það ótrúlegt, sko. Við þurfum eiginlega að klípa okkur daglega, sko, í þessu ferli yfir því, að því auðvitað vitum við að maðurinn snillingur og hann hefur alveg uppskorið eins og hann hefur sáði gegnum tíðina og skrifað allir þessi merku verk, en hann svona rosalega ungur þegar hann skrifar þessa sterku mæðgnasögu og þessar 2 kvenpersónur sem hafa lifað svona með okkur og að fjalla þessi tabúmál sem eru núna fyrst einhvern veginn og síðustu 20 árum að koma på yfirborðið svolítið. Þannig að maður þetta alveg ótrúlega merkilegt að standa í dag og fá að skoða þetta út frá okkur í dag. Og það fannst mér strax vera svona aðkallandi eitthvað skonar konsept á leikgerðinni að reyni ekki alltaf að fara þóknast öllum með einhverju sjálfguvölku, heldur bara út frá einhverjum innri impúls mínum, af því að það einhvern veginn yfirleitt eina leiðin fyrir listafólk, sko. Alltaf. Fylgja tilfinningunni. En svo var það nú hugmynd frá Kjartani Ragnarsinni sem að mér finnst þetta meira en þetta geti verið í dag. Já. Vegna þess að þetta verið að fjalla þessa hluti, en hann fer inn í huga Steindórs, og hann fer inn í huga móðurinnar,
sem að maður sér alveg fyrir sér eins og ýmislegt sem hefur verið gert þessi mál undanfarið. Það sem að við förum ekki alveg þangað. Það sem hann fer bara inn í alla huga allra og allt í einu þetta svolítið flókið og allt í einu þetta, þetta nú kannski ekki svona einfalt, þetta svolítið inngróið og þannig að hann fer miklu lengra heldur en að fólk að fara í dag. Miklu lengra. Ótrúlegur mannskilningur og manngæska í skrifunum. Samúð með öllum, líka gerandanum. Og við ákveðum og ég dreg það náttúrulega bara rosalega mikið fram, þetta kynbundna ofbeldi og líka bara þegar við vorum að leita leiðin í leiknum þá rosalega frestandi að leika vondakallinn sko, en við lögðum svolítið upp úr því að finna Steindór í mér og finna Steinþór segi í mér og finna Sigurlínu í mér og vera ekki að leika þetta fólk, heldur að því maður læri það svona eftir lífsreynslunni og öllu sem maður gengur í gegnum að það eina sem skiptir máli að reyna að skilja sjálfa sig og aðra og hann hafði þennan djúpa skilning eins og þú veist að segja og bæði svona innsæi inn í myrkustu hliðarnar en líka einhverja samúð með því og það það sem og hann segir, hann lætur gerandan segjast hata sig alveg bara, þú veist, þangað til að kalki verður að dufti á botni hafsins hata ég, blóðið í æðum mínum og þetta magnaða línur og maður þarf einhvern veginn að fara inn í þetta að fullri samúð líka með vonda kallinum sko. Það fannst mér alveg og líka Sigurlína sem að teygja sig eftir bara einhverju til þess að geta lifað og hún veit að þegar hún að teygja sig yfir þess að meiður hún eitthvað á leiðinni með það að vera ævintýralegt atriði. Já, maður fær alveg ótrúlega sympatíu með sko móðurinni í þessari stöð og reyndar sem persónum þetta bara við erum að reyna svona einhvern veginn að sjá manneskjuna í þessum erfiðu kringumstæðum sem að Laxness setur þar í ekki sem einhverjar fígúrur heldur sem bara venjulegt fólk sem svipt einhvers konar sjálfstæði eða jafnvel vilja og reynir að lifa af og það alveg ótrúlega auðvelt að setja sig í þau spor í raun og veru sko ef maður það kannski setja sig smá stellingar en Nei og þetta svona þema sem maður þekkir bara úr sögunni og þetta bara fólk frá þau sem það getur verið til í dag. Já, heldur betur og móðir sem ákveður að horfa framhjá eða bara fórna dóttur sinni til að lifa sjálfa í einhverjum aðstæðum sem eru henni ofviða. Þú veist, þannig að þetta hann fer inn í alveg ótrúlega mörg svona tabú og ég reyndi að draga það svona hvað mest fram úr þessum fyrirhluta bókarinnar. Ég ætla að segja á hann að það hugmynd frá Kjartan Ragnars að taka bara fyrirhlutan og þá losnum við svolítið undan allir pólitíkinni stóru samfélagspólitíkinni sem að ég hef bara minni áhuga og þetta langaði mig líka að fá svona eitthvað svona nýtt take á þetta og fá kannski yngra fólk til að skilja söguna út frá því sem að mér finnst mest juicy og hittir bara einfallega finnst mér of yfirgripsmikið að fara alltaf að taka alla sögun í þetta form Passa valla upp á svið Nei, hvað þá með eitt leikara bara þú myndir bara held í degulegin Já, þetta svona einhvern veginn að segja þá sögu án þess að verða breytikarandi eða einhvern veginn verða banal í einhverju pólitík sem svona barsins tíma eða einhvern veginn svona dregin aftur einhverju fornöski sko Svo það kannski þannig að hann var ekkert sérlega góður í þessu hátimbruðu sögum sem hann þráði helst að gera. Það stundum yfirbyggingin á þeim eru bara kaffaraðar eins og Íslandsklukkunni og Sömuleyti Sölku en þegar hann er náttúrulega með penni, þetta náttúrulega ótrúlega penni og svo þessi skilningur á persónu Já, þessi djúpa sálfræði og maður eiginlega bara skilur það. Sem er hans stærsti styrkur. Já, og þessir strengir sem að einhvern veginn allt liggjandi í dag. Þessi stóru mál sem að eru svona í deglunni, ákveðu uppgjör sem í gangi núna varandi bara ofbeldi í samfélaginu okkar, varandi kynbundið ofbeldi og kynferðisbrotamál, svona gamlir draugar sem að koma út úr skápunum sem að þegar maður rýnir í texta Sölku, þetta er bara út allt í sögunni og fjallað þetta af þessari manngæsku og mildi. Það er algjörlega tengt því sem ofta bent á í dag að ofbeldið er tengt valda ójafnvægi. Rosaleg stúdía á valdi og valda ójafnvægi í sögunni. Það er eiginlega ekkert að bæta við þá greiningu sem er annars. Nei. Og meðan að valda ójafvægi þá er þetta náttúrulega ekki gamli draugar. Þá er þetta draugar sem eru að bara fæðast á hverju minnsta degi. Akkurat, hringrásin, hún er einhvern veginn
Og virðist engan enda ætla að taka og það var svona kannski spurningin sem ég líka legg upp með í byrjun verksins bara ég spyr ykkur bara skoðum þetta eins, hefur eitthvað breyst? Hefur við breyst eða er það bara samfélagið eða hefur við ekkert lært á sögunni? Og því miður verður það einhvern veginn svona eftir að hafa sittið þarna í þessu návíi við áhorfendur já, það hefur nákvæmlega ekkert breyst, við erum ennþá í stríði, við erum ennþá að misnota börn. Ég veit það ekki, hvað hefur breyst maður verður kannski duglegri að tala um þetta. En ég ætla ekki að beðið ykkur að taka undir töðum mitt yfir hvernig Laxness er vanalega settur upp á svið. En að sömuleyti þá held ég að hafi trublað þetta. Það er alltaf verið að reyna að setja hann í eitthvað sögulegt samhengi. Ég man eftir held að verið Salka Valka í Borgarleikhúsinu eitthvað. Og þá byrjaði senan og þá sagði ég við sessunauð minn, góður, þau eru í stríðabókum. Þú veist, það átti að vera að sýna okkur einhverja örbrigðu íslensku þjóðarinnar áður og reist til bjargálna og maður sér ekki alveg af hverju þetta taka þann þráð inn í það líka einhverja svona hugmyndum gamla daga á Íslandi það er ekki alltaf til bóta í þessu sögum Nei, og svo er náttúrulega einleikjaformið svolítið brilljant en það eru við svona smá búin að festast í því undan fyrir 5 ár, það var alls ekki planið en það er svo mikið frelsi í þessu formi, það er svo mikið sannleikur í því ef maður finnur réttan tón og er í alvörunni í sambandi, í eitthvað skonar frásögn og ég tala nú ekki að fá áhorfendur til að keyra í sveitina, keyra undir fjöllin, eiga smá augnablik, þú veist, fjarri öllu rafmagninu, koma á þetta háaloft, þú veist, í þessa gömlu lykt, það verður líka smá svona baðstofufílingur og það er alveg ómetanlegt inn í þessa sýningu, fannst okkur. Það fór alltaf gerast svolítið þegar við komum upp. Þetta vorum búin að vera að æfa bara í æfingarsalm í Þjóðleikhúsi og svo bara allt í einu var eins og væri búið að byggja leikmynd utanum konsepti og svo þannig að það er líka bara í sjálfu sér einhver tenging við innan tíma og bara með því að kveikja pínu litlu vindhljóði, lækka aðeins ljósin eins og sem komin í kertaljós eða olíulampa þá fer eitthvað að gerast innra með þér. Frekar en kannski að reyna að búa til einhverju 20 manna stórsýningu í einhverjum fortíða ljóma. Já, og svo skrifar Unnur líka ákveðin svona konsept inn í handriti og það er þessi stúdía með tónlistina. Og fyrir vikið förum við aðeins út úr heimi sögunar og inn í ritunarferli Laxness, það er að segja hvernig vinnur hann, hvernig semur hann þessar sögur, hvernig er hans umhverfi, hann leitar mjög mikið í tónlist og Unnur finnur, þú veist við finnum upplýsingar músíkina sem að Halldór var að hlusta á, Guðni Tómas var með þátt á Rás 1 sem að fjallaði tónlistina í lífi Halldórs og þetta er eitthvað sem að Unnur skrifar inn í verkið og fyrir vikið þróast svo sýningin að hluta til í þessa átt á uppsetningatímabilinu að vera með Halldór í svona hliðarsýn í gegnum frásögnunum. Byrjar á honum og við förum aftur og aftur inn í þennan prósess, til dæmis bara með því að taka upp bókina og hún les ákveðna kafla, þessar svona háflegu náttúrlýsingar Halldórs sem er svakalega svona juicy, einmitt, svolítið timbraður textri, hátimbraður og fallegur. En með því að setja hann í bók, nú þá er þetta meiri stúdíu á skáldunni sjálfu, þannig að það verður mikil nærvera Halldórs í verkinu. Já, fyrir utan það, já. Nei, ég ætla bara að segja, það er líka bara, held ég, í fyrsta skipti, mér fannst það svo ótrúlega spennandi að fá undirtextan með í sýninguna. Að því við erum alltaf bara búið til senur í leikgerðum, þegar við erum með leikhóp. En þarna fáum við bara hvað hún var að hugsa, hvernig náttúran leit út og þú veist þessar stórbrotnu lýsingar sem að hafa farið fram í okkur hinga til í sviðs uppfærslunum. Akkurat. Þannig en það var auðvitað bara ótrúlega. Það kostur við frásögnarleikhús, það er líkara bókinni. Já. Og það á betur við okkur Íslendinga, við erum í söguþjóð. Já. Frásögnarleikhús á sérstaklega vel við okkur. Jú, algjörlega. Og þetta er ákveðið hámas til baðstofu loftsins og baðstofu lestursins. Er það þannig að við sem ennþá svona, þá er það að við höfum heyrt á mikið af sögum og margt, þið kannist við þetta, menn er að útskýra hvað þeim finnst og svona, þá segja sögu og þannig að við fáum inn heimspekin okkar ekki ennum sögu, við fáum svona bara tilfinningalega þroskan okkar ekki ennum sögur og svona. Er það svolítið ennþá? Ég geti trú að ég hefði verið alveg á þeim tíma. Ég held að þetta sé bara djúpsta þörf í okkur og þessi frekar Íslendingar en við sem söguþjóð. Nei, ég held að þetta sé bara eðli manneskjunar. Ég held að þetta sé, ef þú kannt að segja sögur að þá ertu með bara leynuvopn í öllu sem þú gerir,
þú getur verið að selja tyggjubakka en ef þú kannt þessi sögu þá bara selur fleiri tyggjubakka sko. Og þú veist, við vinnum í listum og við höfum sko, þetta okkar ær og kýr að segja sögur, reyna að finna leiðir af sögum sem að leika það munur að segja söguna eða svona segjum bara klassíst leikrit, stofudrama upp á sviði þar sem allt snýst spennun á milli persónanna. Þetta er bara mjög ólíku frásögnamáti sko. Já, þetta það sko. Já, er ekki grunnur svo sami? Ertu ekki að reyna að segja sögu? Þú veist. Jú, en það gerir það með allt öðrum hætti sko. Því að í svona venju, þú tekur við prásanleikur sér þannig að sögumaður er svo góður að ég setist í lóan á honum og trist honum og fari bara með að fanga svona akkurat sko. En söguleitt er það náttúrulega líka í venjulegri uppsetningu og leikriti sko. Já, ég meina ef þú átt náttúrulega geta glemt þér og farið inn í sögun og orðið fyrir einhverju katharsis í góðu leikhúsi, það á ekki að þurfa að vera sko, en ég upplifi bara eitthvað í kjölfarið á COVID þegar við erum að búa til Úlfinn. Og það er einhvern veginn allt breytt í mínum svona heimi, leikhúsheimi, í haustum á mér eftir það. Mér finnst við ekki komast upp með neitt sem er ekki satt. Auðvitað hafa allir alltaf verið að reyna að búa til leikhús sem er satt. En það gerðist eitthvað við það þegar þetta var allt saman stoppað og við stóðum fram fyrir því að veit ekki hvort við fengjum áhorfendur. Það var alveg ótrúlega lífsreynsla. Þá byrjar maður að búa til listaverksins vegna. En svo náttúrulega færi það engan tilgang fyrir að koma áhorfendur. En þannig að það varð eitthvað svona það var eitthvað svona rosaleg þörf fyrir samband. Allt í einu var að tekja af okkur að fá þessar sögur og svo allt í einu kom einhverja nokkrar hræður inn og svo alltaf fleiri og það voru allir sólnir í þetta og síðan þá hefur mér fundist svona aðeins svona snúnara þessar stóru sýningar. Bara ef ég tala persónulega út frá sjálf með bæði sem leikari og leikstjóri að því að einhvern veginn, fjórði veggurinn er bara fallinn og sumum tekst þetta bara með leiksýningum að bara vera í algjörum sannleika, við erum auðvitað alltaf að eltast við þetta. Það er ekki margar sýningar sem hafa svona blómstrað á stóru sviðunum undanfarinn ár. Nei, það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæða fyrir því. Leikhúsin vilja helst setja þar upp svona stórsýningar. Já. Og þannig að það verður svolítið, það er alltaf bestu sýningar undanfarinn ár hafa verið í Litlu-Sólunum. Og mikið af innleggum verið í gangi líka. Já, það er bara uppgangur innleggjana, það er alveg merkilegt. Og sumir eru það eins og þú ert að segja að verða að vera satt, að verða að vísa í eins og þeir byrjið kannski með Úlfinn og Elsabettu. Já. En það var náttúrulega ekki verið svolítið. Nei, en sko satt þá er ég að tala mjög almennt. Þá er ég bara að tala um að þú lifir þig inn í söguna og þú trúir því að Salka hafi lent í þessu í mómentinu. Það er engin fyrirmynd en við erum samt að vinna með nákvæmlega sömu hættu í sannleikunum, í augnablikinu á milli mín og þín, skilurðu, þannig að það er kannski svona almennt. Þú tekur Laxness inn og ég held að þú takja þig líka inn að, það er svona... Það verður persónulegt. Þetta er í, til dæmis í country og rappi, það verður að fjalla sjálfa mig, sko, annars nennir ekki að hlusta, sko. Það er ekki að She Loves You, ég, sem er bara almennt rugl, sko, Bítlandi nennir ekki að hlusta á þetta. Ég vil bara hlusta á... Það er pínu triks í því að það er trúnaðarsamband, þú veist, þú býr til trúnaðarsamband og sagan er sönn eða ekki, ég menn hún þarf alltaf að vísa út fyrir sig og ég vona að við höfum gert það í hinnum einleikjunum og við fundum það bara, það voru allir að upplega að sagan væri þau, þóttu væri með alveg bara skýrar fyrirmyndir og þetta væri þeirra sögur og þá er náttúrulega tilgangnum náð þegar þú ferð að horfast í augu sjálfa þig, sko, sem áhorfandi, en þú veist, þegar ég er að tala um sannleikar, ég miklu meira að tala um bara einhverja tengingu við eitthvað sem skiptir máli. Það getur verið svona eftir COVID og svona að þá komi tími þar sem að í upphafi þá verið ég að gefa þér eitthvað til þess að segja ég segja satt. Það sést að búa til svona þetta trúnaðarsamband svona næstu í raunverulega. Já. Ég ætla ekki að líka svo saman að við erum svolítið að leika okkur við þetta hérna. Já. Við erum breytt stöðu viðmælandans, þannig að stundu segjum við eitthvað frá okkar eigin lífi og segjum að við erum ekki í viðtölu, við erum í samtölum. Viðtölu er hvað það er svona þessum að löggan eru yfir einhvern veginn, við höfum ekki dómkirkjuna til þess að standa í því sem blaðamann lengur, þannig að við mætum bara hérna sem ég og Bjössi mæti sem Bjössi og Siggi bróðir sem Siggi bróðir og María sem María og þannig að við getum ekki verið innum hlutverki og þá er hugmyndin svo að til þess að geta átt í eðlilegu samskipti við fólk og þá verður þú að gefa eitthvað á móti. Sko. Það er nefnilega nákvæmlega það sem við erum að tala. Við séum eitthvað á svoleiðis tíma, við séum að reyna að endur uppbyggja eitthvað svona trúnað í samtali, að meina traust á öllum stofnunum samfélagsins sem er innja, trúnað í samfélaginu sem er eitthvað, þar sem við getum kannski fundið eitthvað nýjan sannleika. En það er líka bara að ná sambandi við hvort annað, eins og þú ert að segja, sko.
trausti og sambandi. Af því að það svo mikið skroll í gangi og það svo mikið hvað satt og hvað ekki satt, þannig að bara svona samtal hér er mjög þakklátt og mikilvægt. Já, og það líka svona rifjar dálítið upp erindi. Þú veist að rifja upp erindi í þessu tilfelli fjölmiðlafólksins til þess að spyrja spurningarinnar. Þetta ástæðan fyrir því að ég sitt hér, ég svona manneskja og ég er með þessa baksögu og þessa lífsreynslu og þess vegna spyrja þessara spurningar og þess vegna situr þú hér á móti mér. Og þetta auðvitað það sem að er inni falið þessari leikgerð. Ég hér af þessari ástæðu og þetta forsagan og þess vegna ég að segja söguna. Og líka sögulegt að sem maður hugsar eftir að dómkirkjur fjölmennina hrundu að við vorum aðeins öllu saman áður. Áður en við fengum predikunarstólinn og gáttum sagt sannlega segi yður í fréttum við þetta helst og höfðum einhvern autoritet. Áður en að það kom þá var allt annars konar fjölmiðlun og við erum sumilítið bara að leita henni hvernig er bara svona eðlilegt samtali í samfélaginu. En þetta við vorum bara að horfa á Hamnet Óskarsverðlauna tilnefndu myndina í gær og þetta er allt það sama sem við höfum verið að leita í 100 ára að það er þessi tenging við hvort annað og þar er hann að vinna úr sínu áfalli í gegnum listina og hans svona þjáning fær eitthvað tilgangi í gegnum listina og ég bara trúi svo mikið á svona mátt berskjöldunar að þegar að við gefum eitthvað á okkur, bæði sem leikarar, þú verður að gera það, þú veist, annars nennir enginn að horfa að hlusta og alveg sem höfundar að þá einhvern veginn, það er ógeðslega hættulegt en það er bara miklu meira spennandi og þá verður eitthvað tenging, það var alveg mögnuð þessi bíómynd og þessi lokasena og maður hugsa bara já þetta er það sem við erum alltaf að reyna í leikhúsinu og þetta var hann að gera þarna fyrir mörg 100 árum Ég hef reynt að fara á þessa myndin, hún er alltaf sýnd klukkan 4. Já, við fórum klukkan 4, það er svo gott, mér var það svo gott. Hvernig byrjaði það? Meðaldra sýningatíma. Já, en það er má ég spyrja af hverju sóttuðu Sölku? Já, þetta verður að segjast eins og að var hugmynd frá Kjartani Ragnarssoni. Þau eiga 20 ára afmæli, Sirrí og Kjartan og Landnámssetrið byrjuðu þarna fyrir 20 árum núna í maí með Benna Erling sem sló þar eftirminnilega í gegn og svo Brák, Brynhildur Guðjóns í kjölfarið. Og svo síðan hafa þau bara verið sýnt alveg ótrúlegt úthaldi að halda þarna upp í skáldakvöldum og alls konar prógrami og gengi vel en þau vildu aftur gera svona svolítið sýningu og hann bara hringir í einhverjum æsingi, búin að rifja upp kynni við bókina og æfti bara í símann og ég fíla svoleiðis læti og hann bara þessi bók, þetta er besta bók í heimi þú er að gera eitthvað mér alveg sem þú gerði bara eitthvað og ég var bara eitthvað full í einhverjum söngleik í Þjóðleikhúsinu og hafði engan tíma og svo gekk hann á eftir þessu ári síðar og mér þykir svo vænt það, annars sætu við ekki hér. Að því ég bara hugsaði ekkert þetta, hann bara hringir á erfiðum tímapunkti og svo... Já, þetta er alltaf einsæðið, eins og sagðir áðan, líka hugdættuðar. Já, nefnilega. Og hann hafði ekki losnað undan þessu. Og hann segi, nú ætla ég bara að fara að tala okkur annan, þetta verður að gerast. Og ég bara, heyrði, nú hef ég smá tíma, ég kíkja á þetta. Og þá sagði hann Pollur Ólafur, já, ég veit, þú gerir þetta, þú ert búin að lesa bókina. Og það var rétt hjá hann. Og það kemur, og hann var með þessa hugmynd að gera fyrir bókina og ég fæ strax svona þörf fyrir það því að mér fannst það bara miklu meira juicy hluti og maður sá einhvern veginn strax í einhverja leið og hann hafði bara rétt fyrir sér, ég þurfti ekkert að hugsa og mér langaði bara beint upp í Borgarnes því hann var alveg að bara gefa mér hugmyndina hann var svo örlátur en mér langaði bara aðeins úr þessum látum sem við erum búin að vera í, hann er búin að nóg að gera hjá okkur undanfarin 20 ár og við erum með 4 börn og svo er bara svona, já, það er svona almennt áreiti á öllu samfélaginu, þannig að ég hugsaði, já, það eru margir, held ég, listamenn ganga í gegnum þetta, Múkisson var núna að fara var eitthvað eitt, bara ekki eins og með hljóðumann bara í hljómskólanum og fór svo í kirkjurnar allt landið og mér langaði bara einmitt svona að mæta svolítið áhorfendum og fara í sveitina Þá ertu aftur komin að þessu svona eins og það hafi bara allt molnað hjá okkur og við séum að leita að einhverju nýju upphafi Já, ég var allavega þar. Já, svo maður gerist bara persónlegur. Þá var þetta bara réttur tímapunktur til að keyra upp í Borgarnes og þessi saga náttúrulega bara öskraði á mig. Ég er nú búin að vera alveg á kafi í þessum málum. Bæði hafa okkar sýningar fjallað þessa viðkvæmni manneskjunar sem að hann er sannarlega fjallað þarna og hvað þetta getur nú verið erfitt að vera manneskja. En svo líka fannst mér þetta þessi ofbeldisstrengur settur fram á svo dramatúrgjan er náttúrulega bara snildarleg í þessu og svo fæ ég að draga hana ennþá nær okkur með því að sleppa, þú veist, ég náttúrulega bara tek 45 blaðsjur
og bæti ykkur við og svona úr 250 blaðsjum, þannig að ég hugsaði þetta, þú veist, þetta er svo juicy efni fyrir svona kvöld og þegar maður ætlar á staði að skrifa eitthvað, ég tala ekki upp úr Laxness, sem er náttúrulega bara galið, að því allir eru með sína væntingar og svona, þá verður að hafa ykkur að sín og ef maður hefur sýnina, þá er það mín reynsla, þá er maður svolítið óstöðandi, þá bara fer maður á stað og hugsaður ekki um það fyrir bara í spennufallinu eftir frumsýningu, hvað var ég að gera og akkur er ég lent hér og það er, þú veist, það er alveg ómetanlegt að lenda í svoleiðis ástandi, það heitir náttúrulega bara innblástur, að ég sá í þetta og mér langaði að tengja þetta við tónlistina þegar ég fann hennan lista frá Guðna og ég vinn svoleiðis mjög mikið sjálf með músík í eyrunum, bæði sem leikari og höfundur og mér fannst magnað auðvitað að gera hann það, auðvitað var hann að hlusta á músík, þetta er svo mikið drama hjá hann, þetta er allt of mikið, maður stundur bara, þetta er allt of mikið Halldór, hann fer alveg yfir strikið, næstum því hverju setningu og ég bara elska, ég er náttúrulega nýbúin að reyna með Elisabethu Jökul sem er líka mjög dramatísk og... Já, við vinnum aðeins með þetta í sýningunni sko að stilla saman sko tónlistavalið í sýningunni er mjög dramatísk líka sko. Þetta er mikið drama. Við fyrir bara í mesta harm. Já, við erum svona að dubla við þessa enn yfirdrifna streng, Halldórs. Þetta næstu í melodrama í því hvernig hann velur alltaf sko efstu teikn. Þetta eru svo rosalegi bógar hjá honum. Að við svona aðeins ítum í það með sko tónlistinni líka. Já, þú verður að svara því. Það er bara gott af því, já, ég held að. Já, ég held að. Frekar og svona, já, allir að reyna einhvern veginn að vera svo skynsamir og að fytta inn í eitthvað. Ég held að góðum tími til þess að bara fólk leyfi sér að vera sorgmætt og... Já, við fórum bara með Requiem og allt. Það geti allir bara alltaf verið glaðir, eða bara ekki. Nei. Það þýr ekki allar að hressleika við. Nei, enga meiri hressleika. Hann er búinn. Já, ég finna ef maður segjum að það sem brotin eru og það sem við þurfum að finna er sko bara húmanismi og þá verðum við náttúrulega að spila á þá hörpu sem mannlega tilfinningar eru til þess að geta endurvaki húmanismi. Það er svo sagðir á það líka sko. Það geta ekki okkur MBA-námskeiði. Nei. Það er svo segið sko með sko karakterina. Þú færð að sjá ljótleikan líka. Þú færð að horfast í augu við ofbeldismanninn í Sölku og þú færð að horfast í augu við fórnarlambið og þú færð að horfa gegnum þetta fólk og það er náttúrulega hreinsandi sko. Það er að einhverju leyti... Þú sleppur ekki við að segja að þessi skepna og þetta er... Nei, en skepnan fær líka að horfa í augun og segja það sjálf sko. Hann segir það við þig. Hann segir ég er sá sem ég er. Ekki gleyma því, segir Steinþór. Ég er sá sem ég er. Og hann meinar það sko. Og hann kemst ekki undan því sjálfur. Þannig að það er sko í ofbeldismanninum í sögu er þetta djúpa sjálfshatur og bara tortíming sko í persónunum. Þannig að það er líka eitthvað sem að við höfum gott að sko, talandi söguspeil, við erum að horfa aftur í tíman. Þessi strengir sem að hafa sko, sem fyllt okkur lengi, við erum í einhvers konar djúpstæðu uppgjöri við sögu okkar í gegnum þessa í gegnum þessa samfélagsstúdíu Halldórs frá því fyrir næstum 100 árum sko. Það er magalegt. Svo fannst mér líka allir þessi kynusli sem hann er að fjallum, sem er allir bara stórmerkilegt að skoða í dag. Já, og var þakka niður á þessum tíma, þú veist, þetta var allt í gangi þarna og Greta Garbo var bara klædd eins og karlmaður og hann vildi að hún léki hana og svo bara er þetta einhvern veginn smá sem hann þakka niður í áratugi og er að spretta svona rosalega upp núna. Salka er í raun og veru að veltaði fyrir sig hvort hún er að vera kona eða karl. Já. Það er ekki flóknara það. Það er bara ekki flóknara. Ég skal aldrei verða kvenmaður eins og mamma. Það var Þuríður formaður var náttúrulega hún var kannski aðeins einhverjum áratugum undan. Já, ég meina Salka talar fræðilega afneitun kynferðisins. Að hún muni hvergi gagna. Fræðileg afneitun kynferðisins. Það er ekki skynsamlegt að vera í þessu. Við sinni hugsar hún en henni líður samt einhvern veginn eins og þessi strákur. Ég las Sölku í skóla, það var talað sko Sölku sem einhvern svona feminista og hún er svo sjálfstæð og hún er eina strákunni þar sem gengur hún í buxum en það rýmar ekki við þessa skoðun á Sölku sem segir bara sem talar fræðilega afneitun og kynferðisins og segir aldrei vera stelpa. Við skiljum þetta allt öðruvísi í dag en við gerðum fyrir
bara 15 árum, sko. Og þetta, akkurat þessar línur eru ekki droslega umfangsmiklar en þessar dreg ég allar fram af því mér fannst þetta svo spennandi fyrir okkur í dag og unga fólki að heyra þetta. Já, þetta var ekki kalla skref fyrir 100 árum. Í sumum ættum það eiginlega hefð að þegar stúlkur fermast að það fáið sölku. Já, akkurat. Einmitt. Líklega út af þessu sem þú ert að vísi þarna og fleira. Já. Þannig að sömuleyti hún eitthvað svona tákn. Já. Og það voru stundu gerist það með svona tákn að þau einhvern veginn tíminn líður alltaf. Já. Og eitthvað sem okkur fannst kannski 1970, 80, kannski meikar ekkert sens, sko, 2000, því að það bara breytist eitthvað. En haldið að myndu þið vilja gefa 14 ára stúlku sölku? Algjörlega. Já, ég veit ekki hvort þú myndir lesa hana, sko. En, nei, það er nú það. Það er nú það, en ég finnst það frábær gjöf og tala eftir þessa vinnu, eftir þessu svona djúpköfun inn í hvað merkingu þetta verk hefur fyrir okkur. Og þá ekki síst fyrir bókin. Ég meina, sko, við erum að vinna með fyrir bókina og þar eru þessi stóru svona samfélags átök ekki komið fram og þetta er bara bara ástin og döðin. TV, sko, þetta er svo TV-drama, sko, þú veist, þetta er svo aðgengileg saga, hún er svo skýr og hún er svo dramatísk og hún er svo falleg. Mér finnst svo margir tala, þú segir glaðir í lokin, mjög margir sem tala fegurð og mér finnst það bara svo stórmerkilegt af því að hún er svo ljót sagan, en við erum að reyna náttúrulega að draga ástinni eins og við getum fram á móti en það er eins og það siti í fólkinu þótt að hafi grátið að þetta hafi verið fallegt. Nei, ég getur talað um það hér núna, þú veist, sko leikkonan og skáldið höfundur leikgerðarinnar sagði bara, þú veist, 2-3 vikum fyrir frumsýningu bara, þetta er svo, hvað erum að gera? Þú veist, þetta er svo mikið myrkur. Mér fannst þetta alltaf mikið. Það er ekki hægt að segja þessa sögu, bara við erum að segja sögur ofbeldismanni og bara þetta er svo yfirþyrmandi. Þetta er bara triggerandi og ljótt og hættum bara við. Þá þurftu að segja, nei, þetta er saga svo margt, sko, þetta er líka ástarsaga og kannski fyrst og fremst. Og þetta er saga það að elska sjálfan sig og fylgja sinni sannfæringu og þetta er hetju saga manneski sem að finnur sinn hljóm og þú veist, á daga hennar drífur alls konar fólk við ofbeldi og kúun og bara og slæsta móti, sko fyrir sig flestir eru í því líka vondumæðurinn hann er að berjast fyrir því að verða ekki kúaður ég ræði mig sjálf og eins og önnur talan ykkur viðtali daginn, sko, maður les sko Sölku, Salka sem einhver fyrirmynd þetta er bókin Sölku, eitthvað svo lestana sem ung manneski horfa bara, hugsaður Sölku, hún svo frábær svo lestana 50 og svo bara þú veist, þú sér svo Sigurlínu þessa konu sem er bara að díla við þessa vonlausu kringustæður og maður skilur hana svo miklu betur og Sigurlína hefur stundum verið dregin upp sem hálfgert frík, sko komist frík og kona sem veit ekki neitt og kann ekki neitt og skilur ekki neitt en það er áhugavert að svona að reyna að setja sig í hennar. Sem að þessi, það er uppsetningahugmyndin. Já. Þar sem að hún eiginlega bregst og heldur ekki uppi eftir verðum manngildum. Þá hlýtur hún að vera vittlaus og vanþróskur. Og einhver leiti er þetta svona white man's burden yfirstjættar sín. Það sem og sér ekki raunverulega átökin sem þetta fólk er í og það séu fullgildar manneskjur. Það er kannski það sem að Guð er komið í stríðabóka. Ég vil meina að Halldór hann skilið þetta. Ég vil meina að hann hafi séð þetta. Og ég held að hann hafi skilið til dæmis sjálfstætt fólk talandi erfiðleikana við að setja það upp. Það sem að alltaf beitt sig undir það að breyta Bjarti í svona skemmtilegan gaur sem bara passar ekkert, sko. Nei, þetta er flókið, ég er alveg sammála því en ég fann strax að mér langaði ekki að gera uppistandsýningu upp úr þessu. Þú veist, og kannski erum við að taka okkur ofalvarlega en mér langaði bara að finna Sigurlínu í mér og alla mína viðkvæmustu strengi sem ég tengi við í henni líka í honum, kallinum og svo barninu og fyrir vikið þá erum við að reyna að gera þetta á svona ákveðinni nærgætni og ákveðinni framhatgerfingu en samt verið inn í því, þú veist, þannig að við vorum alveg mjög lengi að finna þann tón. Ég gerði þetta vel, því að ég þarf að útskýra þarna að hverju ég sagði orðið glaður, það verið í merkingunni það að fegurðin eins og sannleikurinn er uppgötun.
og þegar við uppgötum þá verðum við glöð. Já, þá kemur von. Já, það var ekki svona glaðir eitthvað. Nei. Það var bara barinn stemming, það var ekki þannig. Það var eitthvað svona gleði, mér fannst það. Já, eitthvað hlýja svona. Sem hafi fengið eitthvað. Já, eitthvað tenging. Eitthvað séð eða séð eða. Já, það er mikil sög. Það er líka eitthvað svona fegurð í því, sko, ég var að tala aftur áðan þetta, sko, samfélagsstúdíu Halldórs Laxness á smábæjar stemningunni og þetta er auðvitað svona erkitýpur, sko. Það er auðvitað svona erkikapitalistinn og erkipresturinn og erkidessi og þetta er einhvern veginn svona hugmyndir og það er líka dálítið gaman að fá að fara inn í þá stúdíu og fá einhvern veginn að vera þorpsmaður í þessu litla bæjarfæli, Óseyri, sko. Fá að ganga göturnar og reyna að skilja hvernig, sko, næstum því úr hverju við erum gerð. Ef maður lítur á Halldór Laxness sem sko sagnfræðing og sem maður sem hefur stúderað samfélag okkar alveg bara, sko, á tímum þegar enginn var kannski beint að gera það. Þegar var ekkert mikið verið að stúdera úr hverju við vorum gerð, þá var hann að ferðast um landið og tala við bændur og búalega og reyna að greina samfélagi eins og var raunverulega. Já, reyna að kynnast fólkinu sem að við komum af. Skræla hetjusögunum utan af því. Já, og kannski segja nýja sögu, þú veist, búið til nýja hetjusögu, en það er líka fyrir vikið, sko, er svo mikil sagnfræði í þessum bókum hans og við höfum dálítið gaman að því að fara inn í þann heim sem áhörendur og fá fylgjast með, sko, orðræðu fólksins og reyna að greina þessi stjætta átök og reyna að greina sögu, þróun, sko, samfélagsins okkar, bæði því sem að Halldór er að skrifa, menn líka bara hinn stóra samhengi, hvar við erum í dag og hvaðan þetta fólk er að koma. Og svo fannst okkur mikilvægt og mér fannst það strax í leikaraskrifunum að trúin, hún hefur líka svona smá uppfærslu sögu af einhverju gríni, sko. Þetta sé allt bara eitthvað svona svolítið lið sem að fer eitthvað í einhverju desperation að leita að Guði, en það kom strax til mín þessi sálmur, nú vil ég hann í nafni þínu, að það yrði bara, þú veist, sorglegasta lag allra tíma í mínu lífi allavega, það yrði bara, það yrði soundtrackið þar hjá hernum sem hefur oft verið gerður svolítið skemmtilegur og fyndin og skrítin og svona að það yrði svona... Það er ekki ósíkju, stórkostleg hreyfing. Já. Fundu upp áfengismeðferðina. Aldeilis. Já, í Ameríku. En þarna kemur ansi broti fólk oft og finnur einhvern veginn leiðina sína. Já, það er það sem er fallegt við herin, það sem enginn vil taka við þér. Akkurat. Þá taka þau við þér. Já. Þannig að mér fannst það mikilvægt að þar væri eitt svona fallegasta lagi sem að fær svo þróast. Davíð Þór Jónsson var með okkur átti upptökur af bæði orgelútgáfu og karlakórsútgáfu og svo endur við í svona nútíma útgáfu af þessum sálmi með hugum sem eru ungir raftónlistastrákar og þannig að það er líka svona tenging mín við söguna, hvernig við förum svo yfir í nútíman. En svo verðum við náttúrulega bara að tala um það að við vorum ekki tvö að búa til þessa sýningu. Alls ekki. Og það hefur verið náttúrulega okkar gæfa í þessum innleggjum að vera meira og minna með sama teimi með okkur sem er alveg ótrúlegt listafólk, Filippía Elísdóttir og Björn Bergsteinn og Aron Þór hljóðmaður og svo voru fleiri með okkur í hinum sýningum, Elín Hans og Valgeir og Emiliana Torrini og Prins Pólo. Já, Prins Pólo heitinn og það er náttúrulega sem að maður fattar bara á löngum ferli. Að sleppa svolítið tökunum, sko, og bara opna faðminn og fatta, já, ég þarf ekki að búta til, ég bara ætla að hlusta á hina. Góðu fólki að gera sitt besta. Jesús minn, munurinn að vinna svoleiðis. Herðu, eitt af því svo við textan, svo að ég er alltaf að fara aftur í svona uppfærslu sögu Laxness einhvern tímann, þá var kannski bara er þetta skrítið tungutak sem hann er með það sem hann treður inn í setningarnar hann er verið alltaf svolítið svona Hlaðnar. Kannski bara að þýða Laxness þessi texti sem að því að textin rennur bara út úr sér og við vorum að ræða þessa sýningu kom til talsirna í kafla sem er Rauðaborg sem heitir Íslensk menning hafði eitthvað síðan sýninguna og var að tala um að hefði skilja hvert orð og ég segi það er bara svo gott að eiga góða leikara. Þeir eru góður í þessu. Ég meina Bretarnir eiga fólk sem getur farið með Shakespeare eins og þeim hafi verið að detta þetta bara í huga áðan. Sko. Og þá er það spurningin, er þetta textið sem þú fer með? Er þetta bara Laxness?
algjörlega. Þetta er Laxness-íska. Já, og ég laði mikið upp úr því og ég laði mjög mikið á mig. Láta þetta hljóma eðlilega. Að láta þetta bara hljóma sem ég hef búið þetta til á staðnum og ég náði að selja þér það. Já, þið vinnið í það, leikara. Já, það er víst, en við þurfum að leggja ýmislegt á okkur. Ég sannarlega á alveg fullt af efni í þessum ramma sem ég bý til utanum í leikgerðinni, en svo náttúrulega bara lagði ég allt upp úr því að bæði er ég oft með mjög upphafinn og ljóðrænan texta, en svo stundum er hann mjög casual og flottur sko. En þetta var eins og að læra starffræði jöfnu. Þú veist, ég held ég hef aldrei átt svona með þetta, auðvitað er aldrei aðeins að fænast yfir, það hafði eitthvað að segja, en það var rosalega mikil vinna sem fór í það, en loksins á endanum náði því að einhvern veginn láta þetta kvikna sko, en það er náttúrulega bara stór hluti. Það er að þú ert ekki bara að læra orðin, heldur ertu að láta þau. Já, þetta er bara mjög óvenjuleg röð og svo þarftu náttúrulega í grunninn sem leikari að skilja allt sem þú segir og helst bara mjög vel til að það hljómi eins og það komið frá þér. En það er náttúrulega ekstra erfitt þegar þú ert með bundið máli eða mjög mikla ljóðrænu eða svona upphafið máli eins og hann er oft með sko. Bundið máli kannski auðveldara sko því að þetta er náttúrulega óbundið en svo bara skrifar Laxness þannig að hann er með endalausar einhverja svona litlar dúllu endingar og orðaraða svona mix og aðeins svona kveikir í setningum með því að svissa sko orðaröðinni þannig að þær verða hljóma skemmtilega og upphafnar. En það getur verið djöfulega erfitt að læra 50 blaðsjur af þessu, sko. Og ef þetta virkar ekki, þá verður þetta bara truflun. Fáránlegt. Það er bara eins og Shakespeare, sko. Ef þú skilur ekki hvað þú segir, eða ef þú einhvern veginn nær ekki sko, orðan og hljóman rétt, þá bara verður þetta eitthvað skrítið, sko. Algjört torf og algjörlega furðulegt. En á móti kemur, þú veist, þetta var rosalega erfitt að læra þetta, en sko, það er reynsla hans eftir þessi 20 ári í bransanum, að þegar þú ert með svona gott efni og góðan texta, þá er þetta samt allt auðveldara, allt aðgengja tilfinningu, öll stefna, allur ásetningur, þannig að það er ekkert erfiðara en að leika í vondu leikriti, sko, þú veist, þá ertu bara mjög lélugur. Gunnarsmára, hún hefur skilning á því, þú er svo mikil kokkur. Og alltaf að tala uppskriftir. Það er hráefni, sko. Með fínt hráefni, þá þarf það bara passa þig að skemma það ekki. En það er eins og með góðan texta, sko. Þú eru bara að passa að fara vel að þessu og bara krydd ekki á mikið og eld ekki á lengi, þá bara poppar þetta eins og ágera. Það er ekkert amalegt að vera með góðan leikstjóra. Bjöstu þú að hjálpa mig fullt, sko, því við erum í svo mikill í nálægð og mér langaði að gera þetta oft miklu skemmtilegra og stærra og fara út í skrýmslið og svona, en það var alltaf bara, þú veist, minna og hleypa ykkur frekar inn í söguna, sko, heldur en að fara eitthvað að láta þetta snúast mig, sko, sem performer, en það er alltaf ferlið og því líkur ekkert fyrir en að við erum búin að frumsýna og svo núna er ég að fara að hefja sýningatímabil og þá heldur þetta áfram að þróast eitthvað áfram pínlítið. Og verður þetta lengi, ég kíkti á hvort að ég geti fengið ykkur í dag, hvort það væri sýningar. Já. Það eru bara sýningar bara langt út, svo eins langt og augað þeir. Já, það er víst. Við komum með hana fólk nennir að keyra upp í Borgarnes, þá mætum við og sýnum leikin. Keyra upp í Borgarnes, þú telur að nútími sé þannig að það sé mjög gott fyrir okkur að keyra hennar klukkutíma upp í Borgarnes og spjalla í rólegheitunum. Takk eitthvað góð með sér, lenda á trún og leiðin upp yfir. Við hlustuðum ég og dóttur mín á Bad Bunny, að ég var ekki búin að sér það. Svo var sýningin í Super Bowl daginn eftir, þannig ég var algjörlega búin að hita upp fyrir Bad Bunny. Þú varst innstiltur. Og svo náttúrulega tölum við Sölku og leiðinni heim. Sko. Já, hvað er hún aftur gömul? Hún er 18. Ég spjallaði nú eins við hann í hlénu. Hún var spennt fyrir setjuleitunum. Hún hafði verið að lesa sjálfstætt fólk hún hefði ekki lesið Sölku, sko. Nei, einmitt. En ég fekk hana alveg öruglega þegar hún fendist, sko. Ég vissi á því. Er það ekki? Ég ætla að vona það. Ég bara ekki ráð fyrir því. En hún ætlaði að fara að lesa hana bókina. Nú, frábært. Það er nú svona leynt og ljóst eitt af markmiðunum. Ég segi það ekki, þessi Laxness umræða, hún svona rataði dálítið upp í hendurnar á okkur. Þegar umræðan fer af stað, þá erum við byrjuð æfingar og þetta einhvern veginn við vorum komin að, var boltinni farin að rúlla. En leynt og ljóst, þá er það náttúrulega eitt af verkefnum þessa ævintýris að það er að koma bókin í hendurnar á ungu fólki. Ég hafi svolítið erfiðleikum með þetta með að börnin verður lesa Laxness og við finnst stundum eins og í svona síðasta kynslóðum sem að upplifi það að ef ég ætlaði að taka þátt ykkur samtali þá var ég bara að lesa Laxness og Þórberg og félaga Íslendingasögurnar
annars bara hef ég ekki til málfrelsi. Já, núna erum við bara að reyna að skilja þig, sko. Þess vegna leysum við, sko, Laxness. Bara til að skilja hvað þú ert að tala. Nei, sumuleyti finnst mér að þú veist svona, ég veit ekki. Ég hef báða skoðanir. Já. Sumuleyti þá, við getum ekki kóperað þetta og verið á okkur safni, sko. Nei. Ég er sammála, ég hef báða skoðanir. Sko, þú veist, þú vilt að krakkarnir lesi Laxness, en svo viltu bara aðalega að þú lesi eitthvað, sko. Og þau séu, sko, eitthvað sem kveikir á það. Þau séu læs og séu kynna sér ólíkar hugmyndir og fá fjölbreyttan bakgrunn af alls konar bókmyndum og menningu, listum og áhrifum alls staðar áður heiminum. Laxness bara, þú veist, hann bara einn höfundur og skrifa bara ákveðna bækur, en það er eins og segir, þetta er einhver lykill að samfélagi okkar og þetta er einhver lykill að okkar sögurskoðun og samfélagssáttmála, sko. Aðilöga, einhvern tíma þegar ég var táningur. Já. Og svo aftur einhvern tíma svona rétt fyrir 30, það er bara Já, þá komið tíma hann aftur vegna þess að, þú veist, að hann ferðast í áratugum. Þannig að, þú veist, bókin bækurnar allt aðrar bara fyrir þér í dag. Þannig að það er bara að hafa allir gott á því að lesa hann á 10 ára fresti, sína uppáhaldsbók í það minnsta, sko, þó að sé ekki allur katalógurinn. Stundum svo maður ekki að taka bók aftur af því að, sko, minningin af lestrinum er svo góð. Ég er svo hræddur að eyðileggja hana. Það er nokkuð svoleiðis bækur. Og ég, fyrir hlutin af Sölkunni er það. Það er bara, það var ógleymanlegur lestur. Já. Sammála. Það var maður gekk að rýnda. Heyrðu, þið eru alltaf að vinna saman, hefur nokkuð að vera að tala um það. Hvað fáið þið þær spurningur oft svona? Af hverju eru alltaf að vinna saman? Ég bara skil þetta ekki, sko. Þetta er alltaf svo fyndið, sko. Svo keyrum við á æfingu og kaupum fiskinn og förum að elda og förum í sund. Komum við í fiskbúðarlegin heim úr vinnunni. Þetta er gali. Ég saði nú, ég má segja það. Ég saði svona þegar 3 vikur og stressi var að hellast aðeins yfir okkur og svona, já, nú tökum við pásu, nú er þetta komið gott, sko. Næst þegar þú biðum næst þegar ég stingu upp á að skrifa einleik, segð þá, nei, nú hættir þú. Því ég fæ ykkur hugmynd, viltu þetta bara stoppa mig. Þetta gengur vel, og þetta er mjög gaman, sko. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Ég get alveg sagt þetta. Þetta er svona orðin, þetta er þriðja stóra svona verkefni, sko. Við höfum nú unnið í ykkur gegnum tíðina, en þessi 3 einleikir eru mjög stór verkefni sem að eiginlega taka allan manns tíma og fókus, en eru rosalega gefandi. En það er ekki síst út af þessum hópum sem við veljum í kringum okkur. Ef við væri nú bara 2, væri þetta verið glæðins meiri. En tekur þetta ekki í sig upp? Er ekki bara stutt síðan þú varst eitthvað að leika hann að verða úlfur? Já, sko, Elisabeth var í mildtíðinni, saknaði Elmur. En það tekið sig upp? Jú, við fórum okkur á leikferð með Vertu Úlf, til Póllands á síðasta leikári. Og hún er tilbúin, við getum tekið hann upp. En þetta er allt búið að gerast á mjög stuttum tíma. Við höfum alveg átt okkar feril í sikkur lagi, sko. Það haldi allir við séum alltaf saman. En þarna upp úr 2020 hefjum við þetta samstarf. Í COVID? Já. Þannig þið eru bara ennþá í COVID. Við erum ennþá í COVID. Við erum ennþá bara lokuð inn í ykkur bönkar, sko. Rosalega fáir að vinna einleiki. Nei, en við erum búin að gera 3 sýningar núna á 5 árum og ég 4 verk á 5 árum. Þannig að stundum kemur upp lífið í svona gusum. Það er einhver sköpunarkraftur og auðvitað er algjör forréttindi að geta unnið með manninum sínum. Það er forréttindi að hafa skapandi bolta í uppvaskinu og vera bara að pæla í einhverju tónlist og einhverjum innblæstri og einhverju gleði og fegur, sko. Auðvitað er það líka ógeðslega mikið álag. Það getur kannski verið hundleiðið til börnunum. Áhorfendur segja það. Ég held að sé hlegið okkur út um allt og börnin okkar, sonur okkar annar tvíburinn sagði hér eru bara tölu leiðindi og leikhús, sagði hann við matarborðið. Það er miklu skemmtilega að borða í skólanum. Já, hér er bara, talar ekki við mann nema bara einhver leiðindi og leikhús. Það er alltaf í vinnunni, sagði þessu. Ég vildi að ég gæti sagt nei. Það er ekki hægt að horfa fram. En við erum ekki góð með mörkin, sko. Nei, það er nú flesti listamenn sem eru þannig. Nema Laxness. Er það? Hann skrifaði fyrir hátíð, svaraði erindum fólk sem við göngutúr með hundi sinn. Já. Og svaraði síðan erindum eftir hátíð. Hann var allan tíman að hugsa þetta samt. Já. Trúðu mér, þú losnar ekki undan sjálfur. Við vorum að horfa á þess að myndum Shakespeare, hann var alveg að verða vitlaus í haustum á sér. Þetta er náttúrulega svo obsessíft starf. Þetta er það, sko. Ég þekki engan, ég veit það ekki, ég þekki allavega fáa listamenn sem er ekki með eitthvað skonar þráhyggju fyrir þessu. Eða þráhyggja er kannski neikvætt orð, en þú veist, passion er náttúrulega bara þráhyggja. Þú hugsar ekki manna og ert að reyna
Alltaf að reyna að bæta. Já, og finna úr og vinna úr og fá hugmyndir og eins og Unnur sagði líka máta. það er náttúrulega fólk á bakvið okkur í þessum verkefni sem eru bestu listamenn þjóðarinnar sko á þess sínu sviði og það er náttúrulega líka bara ótrúlega gefandi að fá að vinna með listafólki, fá að vinna með tónlistafólki og fá að vinna með sko, vinna við sköpun og maður finnur þetta að því að sko í gegnum, ekki fara að tala eins og sko frelsaði maður hérna, en í gegnum sköpun og gegnum listina þá finnur maður bara Guð, þú finnur bara tengingu við allt og leið og við finnum þennan streng að þá getur eiginlega ekki skorast undan þegar það býðst að fara aftur inn í þessa orku og þennan ótrúlega kærleiks ríka prósess að búa til eitthvað saman og þegar það gerist þá bara það engu líkt sko. En maður veit aldrei hvenær að gera, mér finnst það alltaf merkilegt sko, eftir alla reynsluna, bara fyrir 2 vikum var ég í frjálsu falli og langaði að hætta þetta allt, skilurðu. En það má vel vera að þú sett bara útbrunnin. Það getur verið. Einhver spurði, ert þú ekki komin í kulnun? Ég sagði, ég held ég sé stöður í kulnun. Þannig að þessi kulnun innblástur eiginlega það sama. Þannig að það fer ekki í kulnun náttúrulega ef maður að elta innblásturinn eða? Nei, ég hugsa ekki. Þannig lifi ég þetta á. Hann er rosalega orkumikill. Þessi innblástur, hann gefur orku. Innblásturinn bara... En það að vera fastur í vondu leikriti. Þú getur ekki kulnun bara á 4. sýningu. Ekkert vera. Það er hinn andlitu. En að því við erum talað þetta með listamanninu, þú ert að tala svona tímabil og eitthvað svona. Að því við erum með Laxness. Að því ég tek stundum hans sem dæmi svona listamenn og sömuleyti hef ég reynt að tala þetta stundum við leikara hérna. Af því svo hvernig standa á því að það eru ekkert svo margir leikara sem að fara allan ferilinn. Bara, þú veist, og maður sér þetta náttúrulega bara kannski útlensku leikurum og svona, Anthony Hopkins er kannski hættur að leika gamla kallinn, en það er bara fáir eftir. Það eru margir sem hafa dottið af lestinni og einhver leiti þá finnst mér gaman að taka dæmi af Laxness í sambandi þetta. Menn þess að ef maður tekur bara Jung, þá ertu með æskuna til 21 árs, þú ert með ungmanndómsárin þar sem þú ert að koma svolítið svona fyrir til 42, þú ert með manndómsárin þar sem þú nýtir sko þekkingu þína og getu til þess að búa til eitthvað til 63 og svo ertu wise old man. Laxness er akkurat svona sko, hann er á æskuverkin sem eru bara eins og þau eru, síðan á hann ungmanndómsin sem eru unglingurinn í skóginum og alþýðubókin og svo endar svolítið á Sölku þar sem hann er að koma sér svona fyrir með sitt og svo á hann manndómsárið þar sem hann hefur löngunan til þess að nýta sko þekkingu sín og getur til þess að búa til eitthvað og svo verður hann væsótt menn og það nennir að þess ekkert sko, þá verður pennin frjáls og sömuleyti sko langskemmtilegasti pennin sko eftir hann gamall. Þannig að hann er svona dæmi listamann sem að fer ekki svona fyrir. Þetta er flókið og erfitt. Það eru margir sem að stranda, ungi kallleikarar til dæmis sem að koma fram á sviði með svona ungmannsorkuna og festast í því og svo eldast þeir. Það bara, þeir rati ekki inn á næsta borð eða eitthvað. Og það, að því að þetta er rosa erfið, því að þú þetta endurskapa sjálfa þig eftir þess að þú breytist. Já. Og eins og þú segir, sko, þetta á við alla listamenn. Í öllum listum þarftu að gera þetta, sko. Þú sér þetta líka í tónlistinni. Sem að, þú veist, þú þarft einhvern veginn endur uppgötað sjálfan þig og þú veist, þú getur ekki verið að semja sömu tónlist og þú ert að gera 20. Annars endar það bara sem Rolling Stones. Annars endar það sem Rolling Stones. Eða U2 eða eitthvað, þú veist. En ég held sko að við eigum það öll sameiginlegt að efast okkur á öllum þessum tímabilum sko. Annars náttúrulega nærði ekki neitt endurskapinu. Ég held það sko. Við vitum eiginlega aldrei alveg hvað við erum að gera sko. Það er það sem eigum sameiginlegt og svo líður mann stundum bara ekki eins og þetta tókst, þetta slapp. Við gerum grína því sko, ég og Gísli Örn sem hefur verið að halda svona stórum sjóum og svona bara, þú veist, þetta maður skilur stundum ekki þetta úthald, en svo er svona fólk, þú veist, eins og Laxness, Kristbjörg Held, hún er dæmi svona manneski sem hefur enst bara í gegnum heilt æviskeið og þroskast og orðið betri og einhvern veginn nýrri og endurfæðst og er ennþá þú veist, manni finnst það ótrúlegt, en það er ekki margir sem haldi þetta út, sko. Það er líka svolítið spurning. Þú svo gömul og getur ekki mjög textar einhverju og bara benda þar á og ennþá að endurfæðst. Það er líka spurning hvað þú færið innblásturinn. Hvaðan þú kemur, eftir hverju ertu að leita sko, ef þú ert að leita eftir fræð og frama þá er það eitthvað sem að endist rosa stutt sko. Já, þú erum að búa til eitthvað sem heldur að þau verið að bíða þig. Já, þú ert líka að eldast við eitthvað
þú ert að eldast við eitthvað glópagull, þú heldur að þetta sé eitthvað sem að þegar þú ert komin á staðinn þá reynist þetta að vera kannski bara nauða ómerkilegt og þú veist, ef að það dræfið, þá náttúrulega endust ekki ævin á enda. Fyrir utan það, þú veist, sá sem allt í lagi, fólk má alveg finna sér eitthvað annað að gera og hætta að vera leikari, sko, eða hætta að vinna í leikhúsi. Það bara, þú veist, þú getur farið að vinna bara, sko, það að vera leikari ekkit göfura starf en hvert annað starf, sko. En þó mér finnst hins vegar það að vinna í listum, sko, algjörlega stórkostlegt og listafólk bara, sko, lykillinn að okkar framþróun sem samfélag og það bara mjög mikilvægt að við brýnum það, sérstaklega á þeim tímum sem við lifum núna. Það er upptakturinn að, sko, á fasisma þegar að farið að gera lítið úr framlagi listafólks og segja að listir og menning séu eitthvað pjátur og eitthvað skraut fyrir samfélagið sem það náttúrulega alls ekki. Þetta samtali sjálf. Þarna hinn raunverulega lifandi leit að einhvers konar samfélagssáttmála og samtali. Aldrei brýtna heldur þegar við erum á tímamótum og þegar við þurfum á því að endurmeta, sko, sjálfsmynd okkar, stöð okkar í samfélaginu og heiminu, þá er þetta, við notum listan í það, sko. Og listin, sko, listin leitin í sjálfu sér, hún kannski að leita að svarinu og við finnum ekkit alltaf svarið, en þarna leitin virkust og þarna hún lifandi. Það brennur hún eins og eldfjall, svo heit glóð. Og svo ég að segja, þú veist, það ekki pólitík í fyrirbókin, þetta náttúrulega svo pólitískt að hálfa væri nóg og þessi pólitík í kynbundnu ofbeldinu og valda að baráttu þeirra mægna og þú veist, þegar hún fer inn til Boisen og hvað eiga allt undir þessum kalli að því að þeim út í stallstæðar, þetta náttúrulega bara svo pólitískt að þetta verður ekki heitara, sko. Þannig að þetta allt saman mjög afstætt að tala það þótt að sé líka gott drama. En það það sem listin alltaf að skoða þetta í samhengi. Listin, þá það margt gert í nafni listarinnar sem það sem hún nefndi bara áðan sem bara entertainment og innihaldslust og svona, þú veist, það bara þannig. Þannig það í öllu, sko. Það kannski bara en ég höfðu einhver kjarni sem mikilvægur. Já, það þetta með erindi, sko. Það kannski það sem maður fattar með árunum. Maður náttúrulega bara gerði allt og prófaði allt og léki öllu og sagði já við öllu fyrstu 15 árin og var bara öðlast reynslu og svona. Svo fer maður kannski smá sem að finna sína rödd eða sína þörf og ég finn bara, ég hef alltaf minna úthald í eitthvað sem ekki aðkallandi erindi, hvort sem að ég leikari eða að skrifa, þú veist, ef það ekki þessi eldur að þetta skipti máli upp á líf og dauða fyrir samfélagið, þá kannski bara mínum tíma betur eitt bara með börnunum mínum, þú veist, að því að maður að fórna ýmsu fyrir listina, heldur betur. Eins og tvíburarnir hafa bent á. Eins og þeir hafa bent reglulega á. Eins og okkur bent á í heimilislífinu. Jesús minn, já, ég veit að Guð minn góður, sko. Ég fekk líka frumsýningakort frá þessum sama tvíbara, honum Stefáni Thors. Mér finnst þetta salka valka hafa tekið allt og langan tíma, en nú þegar þetta komið, þá til hamingju. Little does he know, bara mamma alltaf að vera að keyra upp í Borgarnes. Nú þegar þetta komið, til hamingju. Þannig að þú nefndir það með að vera sko bíða frumsýningin að koma og svona óvissan og svona. Jesús. Varstu raunverulega óvissum hvað þetta væri? Já. Aldrei Varstu ekki hissa þegar þú heyri viðbröðina? Rosalega hissa, ég held ég hef aldrei verið svona hissa. Þetta var pínu lítil sýning, þetta, já, bara, þú veist, maður veitu þetta bara aldrei neitt. En við fálmuðum hérna í myrkrinu, leituðum á tóninum, það helltist yfir mig ótti við þungan í þessu, erindið í þessu, þetta það sem heiminn þarf núna? Þegar þessi skjöl að koma upp út í heimi, þegar við erum að fjalla þessa drengi sem að koma að gráta í sjónvarpinu, það helltist yfir mig, við eigum að vera í von, Og svo þetta bara allt í þessari mögnuðu sögans Laxness og þú fer glaður út og þú fer uppfullur að þú ert meir, fólk tala það, hún eins og þurfti að fara niður Brunastegan, hún grét í fyrsta skipti 15 ár og hún var nú bara ansið tengt efninu, sko. Og þannig að það náttúrulega tilgangurinn með þessu öllu. Það þegar erindi næri yfir, það þegar þú lærir eitthvað sjálfa þig, ferðu út, líður eitthvað neginn, upp á nýtt eitthvað, uppgötar eitthvað, átt samtal við dóttuðin á heimleiðinni. En mér finnst þetta alltaf merkilegt hvað maður í raun og veru hræddur, þó maður sé svona innblásin með efnið. Leikstjórinn svona aðeins utan?
Já, þú færði allt annað perspektíf verandi leikstjóri. Nei, aldrei. Sko, mér fannst sko upptakturinn af verkefninu svo skýr að ég sagði bara við Unni þegar hún sagði ok, ég held ég sé búin að finna leiðina þessu, nú hver er hún? Já, svo sagði hún mér hugmyndina. Ég sagði bara, þetta er komið. Hann sagði bara, þetta er komið. Þetta er sýning. Og það er mjög einfalt. Og það er bara upptakturinn með hennar persónulega líf sem hún segir frá í sögunni í upphafi sýningarinnar. Það er tónlist Halldórs Laxness og það er Salka sem einleikur. Þetta er sýning. Þetta er sýningin sko. Þannig að bara, þú veist, auðvitað er skapandi ferli er bara, og við vinnum þannig, talandi þennan hóp sem við erum að vinna með, þetta er óvissuferð á hverjum einasta degi og við erum að sko þrefa okkur áfram í myrkri, við erum raunverulega að bara reyna einhvern veginn að finna einhvern þráð, þú veist, sem er einhvers staðar og sumir eins og Davíð Þór sagði, sko, við vorum í svona smá, sko, tvístígandi punkt á sann. Sumir þreifa aldrei í myrkrinu. En sko, maður er svolítið týndur á tímabili, en nei, sýningin var alveg bara, við vorum alltaf leiðin í rétta átt og þetta var bara, grunnurinn var frábær leikari og bara, þú veist, skýr saga, leikjarinn sterk. Hann er mjög hlutur af þessum maður. Þetta átti alltaf að fara enda á góðum stað. Finnst þú að vera að eflast sem leikuna? Já. Og það sem meira er, ef maður fyrir að tala það, sko, Unnur hefur einhverja sérgáfu sem leikona að spila á áhorfendur eins og hljómborð. Spilar á salinn. Og gerir það náttúrulega í Elsabetaverkinu. Bara gerir þetta alltaf meira og meira, talandi meira vaxandi. Hún er eins og, þetta stundum eins og að vera, sko, einhverju leyti er eins og að vera á miðilsfundi. Það er að segja, það er lífsreynsla áhorfendana nær einhvern veginn að renna í gegnum leikona. Jæja, en mér langar að tala um Laxness. Mér finnst þetta mjög áhugavert sko, sem leikari. En mér langar að segja sko. Þú ert ekki hluti af þessu kafla í Nei. Nei, ég ætla að segja þegar ég kemur til minni þessi hugmynd með tónlistina, mér varst líka bara svo ótrúlega heillandi að við sem listafólk í dag sem að stúdera listamann hérna úr fortíðinni sem að hafði þessa útþrá. Hann langaði svo að verða þessi heimslistamaður og pappans hann, þú veist, setur hann í orgelnám og svo hann... Salka tapir hann fer heim og ég veit það. Og það er líka svo magnað. Þess vegna fannst mér þetta svo rétt koncept fyrir Sölku. Hann skrifar hann í Hollywood, allar að vera heimsfrægur kvikmyndagerðamaður með þessa sögu, kemur svolítið heim og þú veist, kannski menni til að leita langt yfir skamt, kannski veruleikin ósýri við Axlarfjörð þegar öllur á botni hvolft. Og það fannst mér svo magnað að hafa þá Bach og alla þessa snilling og allan heiminn, því stóra samhengi á móti þessari sögu þessa þýðingalösu konu í þessu þýðingalösu plass. Góðsagan Laxness er náttúrulega hluta til þetta. Að þú tekur allt sem hann hafi sótt og hann hafi sótt inn í sko svona mið-evrópskra menningu og tíknaðar þar og svo farið til Hollywood og svo kemur heim að ósýri með þetta allt saman. Já. Og býr þá til listaverk sem eiga erindi út, lokal er glóbal. En þú gerir það ekki nema að vera með Bach og félaga með þér sko. Ég held það sko. Þú gerir það ekki bara í hvernig ósýri. Nei, hann er með heiríkinu bara alveg. Mér langar þangað en ég er hér og hér er kannski bara, hér er hjartað. Allar lífsreynslu heimsins og allar þessar góðsögur með sér en svo svo horfur hann út gluggan upp í jökul og bara... Og þetta er í okkur öllum og í mjög mörgum að þú ert aldrei nóg. Þú þarft að vera eitthvað stöðar annars þegar hann okkur lengra, að vinna eitthvað meira, að gera eitthvað meira. Þannig að það er líka eitthvað svona heilun í þessum textans þegar hann kemur aftur að enginn skilur hjartað og að leita langt yfir skamt og allt þetta sko. Það var náttúrulega með ótrúlega þrá eftir því að gera eitthvað meira og stærra. Já, ég veit, en það er dræf. Sem að alveg getur verið sko stórmerkilegi svona ykkur listræn en er allt upp í að vera hégumleg sko. Já, klárlega. Hann er eiginlega með stærri svona þrá á öllum sviðum. Við erum það náttúrulega ykkur leitu. Það kemst ekki nefn með þetta í dag. Listafólk þarna er allir svolítið í þessu sko. Ég held að þetta sé nálægt öllum listamönnum sko. Það er annars vegar eitthvað svona, við tölum á svona fjálglega hér með erindi listana og eitthvað svona, eitthvað veg sem við erum að, en þetta er náttúrulega hluti af veruleika allra. Og það er dálítið merkilegi tíma sem við lifum með þessa samfélagsmiðla.
þegar maður sér alla listamenn, alla stærstu listamenn þjóðarinnar, sko næstu því falbjóða sig á samfélagsmiðlum, sjáuði hvað ég er að gera. Já, auglýsa okkur sjálf. Kemur lítil færsla, hér er miðar lausir í kvöld, eða sjáuði, ég var að fá verðlaun í útlöndum. Þetta er svo berskjaldandi og hræðilegt og ég tek þátt í þessu, ég er ekki að segja það, en hetjurnar okkar gerir þetta líka og allir, við erum öll í þessu. Og maður tekur þátt í þessu, sko, verandi með verkefni sem maður hugsar, þetta á erindi, þetta er ræðislegt og þá maður alltaf komin í eitthvað svona auglýsingamælsku og blússandi samkeppni að koma sko, það verður engin ríkur að vinna í listum en það er verið að reyna að koma sögunni á framfæri, sjáuð hvað er verið að gera hér, hvað sem að fólk er að gera, hvort sem það er skáldsaga eða kvikmynd eða hvað, allir einhvern veginn að reyna að veifa verkinu sinni, vill eitthvað koma að sjá, vill eitthvað heyra þessa sögu. Ef það spist vel út þá þurfum við ekki að hafa verið þessu, þá selur hún sér sjálf. Það er óskandi, sko. Slökkum við á Facebook. Þetta er bara mitt markarsrás. Þú farið bara upp í Sumbústað. Mér sýnist það svolítið á Facebook að fólk keppist við að skrifa þetta. Já, sem að láta þau sjá þetta. Eftir klukkutíman í bæinn. Já. Svolítið getur sumi voru eins og það hefur leikt til herbyrgi. Já, við erum með Hótel Vesturland, sko, við erum með díl fyrir leikhúsgesti. Þannig að það er líka, ef þú vilt fara í rómantíska ferð eða vinaferð og gista í Borgarnesi, þá er það bara algjört ævintýri. Dóttir mín nefnilega, hún les heilt herbyrgi bara í eins og bók. Hún átti sig strax á þessu. Já, sumir að fara gista. Það er ekki allir að fara í bíl og keyra í bæinn. Nei. En það er rétt hjá henni. Ég nefnilega samanlega unni með þetta er svona heilandi, getur verið heilandi ferð, sko. Þú veist, hvort sem hún gistir ekki, en fara upp í Borgarnes og þetta er svona annað en að fara bara einhvern veginn hoppa inn í eitthvað bíóhús út aftur og út á Hverfisgötuna aftur eða hvert sem er, sko, inn í Kringluna, skilur. Kemst ekki beint í símann, þarft að keyra. Nei, þetta er svona ákveðin heilun í þessu, sko. Mér finnst, ég reyni alltaf að skipuleggja heimferðina úr leikhús og svona. Það er gaman að fara með einhverjum með í leikhús sem gaman að tala um sýningu. Og maður þarf aðeins að hafa heimleiðina þannig að maður geti rætt. Því það er ekki hægt að fara bara að segja bless eftir að fara einn heim með sýningu. Nei. Það verður aðeins að gera þetta. Hún fylgir manni. Það er aðeins að tala. Já. Herðu, gaman að tala við ykkur um þessa sýningu. Unnur Ösp og Björn. Takk fyrir að koma og til hamingju með sýninguna. Takk fyrir. Svo verða briljant. Takk fyrir að koma. Þetta er alltaf til þess að fara upp í Borgarfjörð og horfa. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er þetta augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is